Nýja Sjáland, land langt í burtu. Það staðsett í suðvesturhluta Kyrrahafsins. Tvær stórar eyjar mynda þetta land, Norðureyja og Suðureyja. Þær eru virkilega langt frá umheiminum. Þessar eyjar hafa ekki alltaf verið hér. Fyrir milljónum ára rísu þær upp úr sjónum. Eldfjöll gjósu, jarðskjálftar skókulandið. Með tímanum mótuð þessir öflugu kraftar Nýja Sjáland. Nýja Sjáland var fyrst uppgötvað af polynesískum landkönnuðum. Þeir komu á kanóum fyrir 1000 árum. Þeir kölluðu þetta land Aotearoa. Það þýðir land langa hvíta skýsins á márisku. Í dag Nýja Sjáland nútímalegt land, en það hefur ennþá villta ósnortna náttúru. Þetta staður fyrir ævintýri og það bíður eftir að verða uppgötvað. Nýja Sjáland staður þar sem mikil munur á landslaginu. Brött fjöll rísa hátt til himins og jöklar skríða í gegnum dali. Skógar þekkja landið í mörgum grænum lítum. Norðureyjan þekkt fyrir eldfjöllin sín. Hverjir skjóta heitu vatni upp í loftið og leir hverjir sjóða og bulla. Hér finnur maður virkilega hversu lífandi jörðin og á Suðureyjunni eru Suðuralparnir. Þessi fjallgarður nær yfir alla eyjuna. Mount Cook hæsti tindurinn. Það mikil áskorun að klífa hann. En Nýja Sjáland ekki bara fjöll. Þar eru líka strendur. Gullinn sandur teygir sig kílómetra og vatnið tært og blatt, fullkominn staður til að slaka bara á. Fjöllin standa svo sannarlega upp úr á Nýja Sjálandi. Það eru svo sannarlega stórkostleg sjón. Háir tindar eru þaktir snjó og hlíðarnar þeirra eru þaktar skógi. Mount Cook þjóðgarðurinn staður sem þú verður að sjá. Hér getur gengið þessi rísastóru fjöll. Jöklar loða við fjallslíðarnar. Fossar steipast niður grýtta tinda. Suðuralparnir bjóða upp á miklar áskoranir fyrir fjallgöngumenn. Mount Aspiring vinsæl staður. Tindurinn píramídi úr grjóti og ís. Fyrir þá sem vilja taka því rólega eru tilfallegir vegir. Milford Road liggur í gegnum Fjordland þjóðgarðinn. Það ferð sem þú munt aldrei gleyma. Skógar Nýja Sjálands eru gamlir og fullir af leyndarmálum. Rísastór tré teikja sig til himins. Skógarbotnin þakinn fernum og mosa. Loftið svalt og rakt. Káritréð sannkallaður rísi. Það getur orðið alltaf 50 metra hátt. Það eru káritré sem eru þúsundir ára gömul. Það tákn ríka fortíð Nýja Sjálands. Skógarnir eru heimili margra fuglategunda. Tuifuglinn þekktur fyrir unglegt söng sinn. Kívífuglinn, þjóðarfugl Nýja Sjálands, næturdýr. Að ganga í skógum Nýja Sjálands einstök upplifun. Það tækifæri til að komast í snertingu við náttúruna og það minnir þig á mátt náttúrunar. 50 hluti strendur paradísar. Nýja Sjáland eyjaríki, svo það alveg umkringt vatni. Meðfram strandlengjunni finnur þú óteljandi strendur hver annari fallegri. Bay of Islands mjög frægur staður. Það eru yfir 100 fardi eyjar í flóanum. Hér getur þú synt, róið á kajak eða veit. Á Suðureyju vesturströndin þekkt fyrir sína viltu, ósnortnu fegurð. Tasmanhaf skellur á ströndinni hér. Regnskógar mæta sjónum. Hvort sem þú að leita afslöppun eða ævintýrum, þá hafa strendur Nýja Sjálands eitthvað fyrir alla. 70 hluti, verndarar landsins. Márar eru frumbyggjar Nýja Sjálands. Þeir komu frá Polynesíu fyrir meira en 1000 árum. Menning þeirra mjög mikilvægur hluti af sjálfsmynd Nýja Sjálands. Márar bera djúpa virðingu fyrir landinu. Þeir trúa því að allt sé tengt. Hefðir þeirra og sögur hafa gengið í arf frá kynslóð til kynslóðar. Tréskurður og húðflúr eru stór hluti af máriskri menningu. Þau segja sögur og tákna forfeður. Haka hefðbundin stríðsdans, kröftug sýning á styrk og samheldni. Að heimsækja Marae sem samkomustaður Mára sérstök upplifun. Hér getur lært meira síði og hefðir Mára. 7. hluti, ferðalag Miðgarð. Nýja Sjáland eins og kvikmyndasett, en alveg í alvörunni. Það því engin furða að leikstjórinn Peter Jackson hafi tekið upp Hringadrottins sögu og Hobbitan hér. Kvikmyndaaðdáendur geta heimsótt marga þessum tökustöðum. Hobbitabær, þorpið þar sem Frodo Baggi bjó, mjög vinsæl áfangastaður. Landslag Nýja Sjálands sýnir fegurð og stórfengleika Miðgarðs. Allt hér, frá veltandi hæðum héraðs til logandi fjalla Mordor. Þegar þú heimsækir þessa staði líður þér eins og þú hafi stigið beint inn í kvikmyndina. Þetta frábært tækifæri til að upplifa töfra Miðgarðs sjálfur.
Hluti 8. Forvitnar skepnur í einangruðu landi. Að því að Nýja Sjáland svo langt í burtu frá öllum öðrum löndum, þá hefur það alveg einstaka plöntur og dýr. Margar af þessum skepnum finnast hvergi annars staðar í öllum heiminum. Kívíinn frægasta dýr Nýja Sjálands. Þessi litli fugl getur ekki flógið og þjóðartákn. Túatarinn skriðdýr sem hefur verið til síðan á dögum risaeðlana. Kea mjög hrekkjóttur páfagaukur. Þeir eru þekktir fyrir að vera overgáfaðir og mjög forvitnir. Wetinn risastórt skortýr sem getur orðið meira en 10 cm á lengd. 9. hluti Aotearoa bíður. Nýja Sjáland land fullt af ævintýrum, fegurð og undrum. Frá tignarlegum fjöllum til óspiltra stranda, hér eitthvað fyrir alla. Skoðaðu forna skóga, hittu einstak dýralíf og sökkva þeir niður í heitlandi menningu mára. Findu út hvers vegna Nýja Sjáland staður sem þú muna lengi eftir að þú kemur heim. Svo, eftir hverju ertu að bíða? Aotearoa bíður þín. Sennan tíð, stríga náttúrunar. Landslag Nýja Sjálands eins og draumur listamanns þar sem hvert pensilstrók skapar nýtt meistaraverk. Grænar hæðir teikja sig eins langt og æugað nær og beitilöndin full af sauðfé. Gróðurinn hér eins og teppi, með fernum og viltum plöntum sem vaksa svo gróskumikið, eins og þær hafi verið sérstaklega skapaðar fyrir þetta loftslag. Með hverju skrefi breytist landslagið mikið. Tignarleg fjöll, eins og suðuralparnir, standa stolt, oft með snjó á tindunum. Þessi fjöll ekki bara falleg að sjá, heldur líka leikvöllur fyrir ævintýramenn, allt frá skíðamennsku til fjallgöngu. Ströndin sýnir líka list náttúrunar. Gullnar sandstrendur bjóða upp á sólbað, á meðan klettar og grítarstrendur segja sögur af ævafornu sambandi hafs og lands. Vatnið hér töfrandi blanda bláum og grænum litum, fullt af sjávarlífi og fullkomið til að róa, kafa eða bara njóta útsýnisins. Jafnvel á slittum landsvæðum, eins og Canterbury slittunum, sérstakur sjarmi. Þær teikja sig yfir stór svæði og gefa þér tilfinningu fyrir rými og frelsi, þar sem akranir vakka mjúklega í gólunni. Hvert sem þú lítur, bjóða fjölbreytt landslag Nýja Sjálands þeirra kanna þau og sökkva þeir niður í fegurð þeirra. Þetta staður þar sem mikleiki náttúrunar birtist í allri sinni dýrð og bíður eftir að afhjúpa leyndarmál sín. Svo, gefðu þeir tíma, andaðu að þeir fersku lofti og sökkva þeir niður í stórbrotin landslag þessa dásamlega staðar. Aotearoa landlanga víta skísins sannarlega meistaraverk náttúrunar. Þegar við ferðumst stórkostlegt landslag Nýja Sjálands skulum við skoða nokkra staði sem að sjá og gera þetta land að paradís ferðalanga. Fyrst á listanum okkar Auckland, þekkt sem bók siglingaskipanna, með íðandi höfn sinni, lífandi menningu og Sky Tower sem býður upp á stórkostlegt útsýni, Auckland fullkominn staður til að hefja hvaða ævintýri sem Næst höldum við til Rotorua, lands jarðhitaundra. Hér getur þú séð gossveri sem skjóta vatni upp í loftið og leðjupotla sem sjóða, auk þess að upplifa ríka menningu mára í gegnum hefðbundnar sýningar og hangi veislur. Fyrir náttúrunnendur Bay of Islands sannkölluð perla. Með yfir 140 hitabeltiseyjum það fullkominn staður til að sigla, horfa á höfrunga og skoða afskekktar strendur. Á suðureyjunni finnur þú Queenstown, ævintýra höfuðborg heimsins. Hvort sem það teikjustök, þóttubátur eða skíði á veturna Queenstown draumur spennufíkla. Ekki missa að stórbrotna fjordland þjóðgarðinum þar sem hið fræga Milford Sound staðsett. Með bröttum klettum, fossandi fossum og rólegu vatni engin furða að Rudyard Kipling kalli það áttunda undur veraldar. Á vesturströnd suðureyjarinnar finnur þú stórkostlega Frans Josef jökulinn. Hér getur gengið yfir fornar ísmyndanir eða farið í þurluferð til að fá stórkostlegt útsýni yfir fugla. Til að smakka vín Nýja Sjálands farðu til Marlborough. Þekkt fyrir heimsklassa Sauvignon Blanc býður þetta svæði upp á fallegar vínekrur og ljúfenga matreiðsluupplifun. Og að lokum fyrir þá sem vilja komast í burtu frá öllu býður Coromandel skagi upp á óspilta strendur, gróskumikla regnskóga og hina frægu Cathedral Cove, fallega náttúrulegan bóka sem fullkominn fyrir dagsferð. Frá íðandi borgum til falina náttúruundra Nýja Sjáland hefur eitthvað fyrir hvern ferðalang. Svo pakkaðu töskunum þínum og gerðu þig tilbúin til að uppgötva fjársjóði á Aotearoa. Í þessu landi andstæðna og fegurðar býður ævintýrið á hverju horni. Þegar við köfum dýpra í stórbrotin landslag Nýja Sjálands, getum við ekki lítið framjá ríkri sögu sem hefur mótað þetta einstaka land.
Ferð okkar tekur okkur nú aftur í tíman til að uppgötva sögulega þýðingu á Aotearoa. Saga Nýja-Sjálands hefst með forfeðrum Maóría, sem voru Pólínesar, sem siglu yfir hið mikla Kyrrahaf fyrir meira en 1000 árum til að setjast hér að. Þessir fyrstu íbúar færðu með sér einstaka menningu, tungumál og lífshætti sem lífa enn í dag. Ein mikilvægasti sögulegi staðurinn frá þeim tíma Waitangi samningssvæðið í Bay of Islands. Hér, árið 1840, var Waitangi samningurinn undirritaður milli bresku krúnunar og höfðingja Maóría sem lagði grunninn að nútíma Nýja-Sjálandi. Þegar við höldum áfram í tíman, felur hinn líflega höfuðborg Nýja-Sjálands, Wellington, í sér fjársjóð af sögulegum gimsteinum. Hinn fræka Beehive bygging og þinghúsi táknar ríkisstjórn landsins, á meðan hið nálæga Te Papa Tongarewa safn gefur djúpa innsýn í félagslega og menningarlega sögu Nýja-Sjálands. Á Suðureyjunni, borgin Dunedin, hefur ríkan skoskan arf, sem þú getur séð í byggingum hennar og hefðum. Dunedin lestarstöðin, oft kölluð mest myndaða bygging Nýja-Sjálands, fallegt dæmi edvardiska barokkarkitektúr og sönnun ríka fortíð borgarinnar. En sunnar gefur Arrowtown innsýn í gullæðið á 1860 áratugnum. Þegar þú gengur heillandi götur hennar meðal gamalla bygginga getur þú næstum heyrt raddir gullgrafaranna sem leituðu gæfu sinnar í hinu harðgerða Otago. Fyrri og síðari heimstyrjöldin hafa skilið eftir varanleg spor í sögu Nýja-Sjálands. Auckland War Memorial Museum hrífandi virðingarvottur til þeirra hugrökku nýsjálendinga sem þjónuðu og fórnuðu sér. Það staður til íhugunar og minninga, þar sem þú getur lært meira hlutverk Nýja-Sjálands í heimstyrjöldunum og sterkan anda landsins. Í hjarta Norðureyjar liggur Taranaki-svæðið með sínu helga Taranaki-fjalli sem hefur mikla menningarlega og andlega þýðingu fyrir Maórí þjóðina. Hinn tignarlega nærvera fjallsins hefur veitt ótal góðsögnum innblástur og enn táknum styrk og sjálfsmynd. Þegar við könnum þessa sögulegu staði og atburði, öðlumst við dýpri skilning á hinni fjölbreyttu og lífandi arfleið sem hefur mótað Nýja-Sjáland. Hver staður segir sögu hugrekki, aðlögunarhæfni og einingu sem tengir fortíð og nútíð í þessu stórbrotna landi. Svo þegar þú stígur fæti á Aotearoa, mundu að hver hæð, hver dalur og hver strönd felur í sér hluta af sögu sem býður þess að verða uppgötvuð. Bergmál fortíðar hljómar í landslaginu og býður þeirra tengjast ríkri arfleifð Nýja-Sjálands. Látið fornar sögur veita ykkur innblástur, því þær lífan í hverju horni Nýja-Sjálands. Þegar við köfum dýpra inn í hjarta Nýja-Sjálands, við umkringt lífandi og fjölbreyttum hefðum sem dafna í þessu fallega landi. Þessir menningarlegu síðir og hátíðir gefa okkur sérstaka innsýn í sál og hjarta á Aotearoa. Eina þekktustu menningarhefðum Nýja-Sjálands Haka, sem á rætur sínar að rekja til hefða Maóra. Þessi kröftugi og svipmikli dans sem ofta týndur við mikilvægi atburði og hátíðir sýnir anda og styrk Maóra. Haka táknum einingu og stolt og leið til að heiðra forfeður og sína samstöðu. Allan ársins hringir Nýja-Sjáland á hátíðum sem fagna fjölbreyttum menningararfi landsins. Árleg Pasifika hátíðin í Auckland lífandi fagnaður menningar Kyrrahafseyja. Með tónlist, dansi og mat frá Kyrrahafseyjum þessi hátíð veisla fyrir skilningarvitin og vitnisburður fjölmenningarlega sjálfsmynd Nýja-Sjálands. Annar mikilvægur atburður Matariki hátíðin sem markar nýtt ár Maóra. Matariki sem haldin í júní tími til íhugunar, minningar og nýra upphafa. Uppgangur Matariki stjörnuklassans á vetrarhimninum hefur upphaf hátíðartímabils sem felur í sér sagnagerð, tónlist og veislur, þar sem samfélag koma saman til að heiðra fortíðina og horfa til framtíðar. Á Suðureyjunni hinn lífandi borg Christchurch sem hýsir World Buskers Festival, litríkan viðburð sem sýnir göttulistamenn frá öllum heimshornum. Þessi hátíð breytir borgin í svið þar sem loftfimbleikamenn, tónlistarmenn og töframenn heilla áhorfendur með ótrúlegum hæfileikum sínum. Otago-svæðið sem þekkt fyrir skoskan arf sinn fagnar Dunedin Midwinter Carnival. Þessi viðburður sem haldin í júní felur í sér töfrandi luktargöngu, lífandi tónlist og sýningar sem lýsa upp vetrarnóttina. Karnivalið falleg blanda af skoskum hefðum og staðbundin í sköpunargáfu, sem sýnir einstaka menningarsamruna svæðisins. Auk þessara hátíða fagna nýsjálendingar Waitangi-daginn 6. febrúar til að minnast undirritunar Waitangi-sáttmálans. Þessi þjóðhátíðardagur haldinn með athöfnum, sýningum og samfélagsfundum
sem stuðlar að anda einingar og íhugunar ferðalag þjóðarinnar. Hefðir Nýja Sjálands takmarkast ekki eingöngu við hátíðir, þær eru flettaðar inn í daglegt líf fólks. Frá því að deila kæ, til þess að íðka Manakítanga, sýna þessir síðir gildi virðingar, samfélags og samheldni sem eru einkennandi fyrir Kiwi menninguna. Þegar þú kynnist hefðum Nýja Sjálands, mundu uppgötva land þar sem gamlir síðir og nútíma hátíðir blandast saman í sott. Sérhver hátíð, sérhver dans og sérhver fagnaður gefur innsýn í ríka menningarsamsetningu sem gerir Aotearoa sérstakt. Svo þegar þú ferðast þetta heillandi land, gefðu þér tíma til að upplifa hefðirnar sjálfur. Frá hinni kröftugu haka til gladlegra hátíða, bjóða menningarlegir síðir Nýja Sjálands þeirra tengjast anda landsins og fólks þess. Faðmaðu hlýjuna, líflegheitin og varanlegan arf hefða Aotearoa og leifðu þeim að verða dýrmætur hluti að sögu þinni. Þegar við höldum áfram að skoða Nýja Sjáland ofboðslega mikilvægt að skilja hvað gerir þetta land svona nútímalegt. Við ætlum að tala peningana þess, hvernig því stjórnað, stjórnmálakerfið og efnahaginn. Peningurinn á Nýja Sjálandi Nýja Sjálandsdalurinn, eða NZD í stuttumáli, stundum jafnvel NZ-dollar. Þeir eru þekktir fyrir litríka seðla sína sem sýna mikilvægar personur úr sögu landsins og flott dýr. Þetta sýnir virkilega ríka sögu landsins og stórkostlega náttúru. Seðlabanki Nýja Sjálands, sem aðalbanki landsins, sér að prenta og stjórna peningunum. Þetta tryggir að peningarnir haldist stöðugir og áreiðanlegir. Stjórnmálakerfi Nýja Sjálands lýðræði þar sem fólk kýs leiðtoga sína, en það hefur líka konung eða drottningu frá Bretlandi sem þjóðhöfðingja. Þessum konungi eða drottningu fulltrúi á staðnum að einstaklingi sem kallast landstjóri. Leiðtogi ríkisstjórnarinnar forsætisráðherra sem stýrir framkvæmdavaldinu. Nýja Sjálandsþing sem samanstendur af fulltrúadeild kosið með sérstöku kosningakerfi sem kallast Mixed Member Proportional, eða MMP. Þetta kerfi tryggir að margar mismunandi raddir frá ýmsum stöðum í landinu fái sanngjarna heyrn og séu fulltrúar. Efnahagur Nýja Sjálands sterkur og fjölbreyttur með stórum iðnaði eins og landbúnaði, ferðaþjónustu, framleiðslu og þjónustu. Landbúnaður, sérstaklega mjólkuriðnaðurinn, risastór hluti af því sem landið selur til annarra landa sem gerir Nýja Sjáland að einum stærsta mjólkurframleiðanda í heimi. Stórkostleg náttúra og rík menning gera ferðaþjónustu að öðrum ofboðslega mikilvægum hluta efnahagsins sem laðar að milljónir gesta á hverju ári. Efnahagskerfi landsins byggir á frjálsum markaðshagkerfi sem þýðir að ríkisstjórnin skiptir sér ekki mikið af hlutunum. Þessi vinnubrögð hafa hjálpað til við nýjar hugmyndir, vöxt og góð lífsgæði fyrir fólkið sem býr þar. Auk þess Nýja Sjáland hluti af mörgum alþjóðlegum hópum eins og Sameinuðu þjóðunum, Alþjóðaviðskiptastofnuninni og Samveldinu. Þetta hjálpa virkilega til við að styrkja efnahagsleg tengsl þess við umheiminn. Undanfarin ár hefur Nýja Sjáland tekið stór skref í átt að umhverfisvænni og notkun hreinar orku. Með sterkri skuldbindingu til að minnka kolefnislosun og vernda náttúruna landið í fararbrotti í grænum frumkvæðum og sjálfbærum vinnubrögðum. Að skilja peningana og stjórnkerfi Nýja Sjálands gefur okkur dýpri innsýn í hvað fær þetta lífandi og virka land til að ganga. Allt frá lýðræðislegu stjórnmálakerfi sínu til fjölbreyts og sterks efnahags Nýja Sjáland frábært dæmi framfarir, stöðugleika og nýjar hugmyndir. Þegar þú ferðast Aotearoa, gefðu þér smástund til að meta flókin kerfi sem stýðja þetta blómstrandi samfélag. Frábær blanda af gömlum og nýjum síðum, stjórnkerfi þess og efnahagur, allt saman skapar land sem ekki bara fallegt, heldur líka sterkt og tilbúið fyrir framtíðina. Lokaatriðis 14. Komið sælöl og hjartanlega velkomin. Í dag ætlum við að kafa ofan í hjarta Nýja Sjálands, sem márar kalla Aotearoa, sem þýðir land hins langa víta skís til að læra heitlandi sögu mára. Márar eru Tangata Wenua, eða fólk landsins. Þeir hafa átt djúp tengsl við Nýja Sjáland í þúsundir ára. Forfeður þeirra sigldu yfir hið mikla Kyrrahaf á sérstökum Wakahaurua kanóum sínum á 30. öld. Þessir hugrökku landkönnuðir komu með sér ríkar hefðir, spennandi sögur og djúpa virðingu fyrir náttúrunni. Márísk menning stór hluti af því sem gerir Nýja Sjáland svona sérstakt. Ein mikilvæg hugmynd í márískri menningu Wakapapa, sem eins og ættartré. Þessi hugmynd tengir fólk við forfeður sín og landið.
Þú getur séð þessa tengingu í fallegum útskurði á samkomuhúsum þeirra, Warenui, og í kraftmiklum hakadansi. Máríska tungumálið, Te Reo Mári, eitt af opinberum tungumálum Nýja-Sjálands. Það mikið unnið að því að halda tungumálinu lífandi sem alveg frábært. Márar hafa mótað Nýja-Sjáland á margan hátt. Þeir hafa sérstaka staði í þinginu til að tryggja að rödd þeirra heyrist. Máríski listamenn eru mjög skapandi og deila menningu sinni með allri veröldinni. Það eru jafnvel sérstakir skólar kallaðir Kurakápapa Mári, þar sem börn geta vaxið úr grasi og lært márískan arf sinn. Máris gildi, eins og umhverfisvetangand og gestrisni, Manakitanga, eru djúpt rótgróin í Nýja-Sjálandi. Alls staðar á Nýja-Sjálandi, frá Norðureyju Bæju til Suðureyju og Ponamu, getur þú fundið márískan anda. Með því að læra mára getum við skilið Nýja-Sjáland miklu betur. Þeir eru ekki bara verndarar landsins, heldur einnig verndarar ríkra menningar sem gerir Nýja-Sjáland að því sem það er í dag. Atriði 15 líkur. Kia ora, Alir. Nú þegar við höfum lært ríka menningu Nýja-Sjálands, skulum við kafa dýpra í nútímalegt líf í Aotearoa. Nýja-Sjáland land tækifæra með fullt af mismunandi störfum og atvinnugreinum sem halda efnahagnum gangandi. Frá líflegum borgum til frísalarsveitar hafa nýsjálendingar fundið sinn stað í mörgum mismunandi greinum. Stór hluti af efnahag Nýja-Sjálands byggir á landbúnaði. Stór beitilönd og víðáttumiklir akrar eru heimili sæðfjár og nautgripa sem framleiða kjött og mjólkurvörur sem eru þekktar allan heim. Ávaxta- og grænmetisræktun líka mikilvæg með vínekrum, ávaxtagörðum og ökrum sem rækta allt frá vínberjum til kíví. Skógrækt önnur mikilvæg grein með stórum svæðum sem eru tilenguð trjárækt á umhverfisvænan hátt. Í borgunum vaxandi tæknigeiri sem að skapa sér nafn á heimsvísu. Ný og gömul fyrirtæki að brjóta blað í hugbúnaði, stafrænum lausnum og snjallri tækni. Ferðaþjónusta líka stór grein sem færir milljónir gesta á hverju ári til að upplifa stórbrotna náttúru og lífandi menningu Nýja-Sjálands. Mennta- og heilbrigðisgeirarnir bjóða einnig upp á mörg tækifæri. Þeir veita mikilvæga þjónustu og stuðla að velferð landsins. Samgöngur á Nýja-Sjálandi eru jafn fjölbreyttar og landslagið. Fyrir þá sem fara í vinnu eða ferðast eru bílar algengast í ferðamátin. Víðtækt vegakerfi tengir saman borgir og svæði sem gerir akstur að vinsæli leið til að skoða landið. Í borgunum eru góðar almenningssamgöngur, eins og strætisvagnar, lestir og ferjur. Fyrir lengri ferðir eru mörg flug innanlands og til annarra landa og stórir flugvellir í Auckland, Wellington og Christchurch þjóna sem mikilvægar miðstöðvar. Og gleymum ekki ævintýraþrá kívíanna. Þeir fara ofta á sjóin á bátum eða kajökum eða skoða villta sveitina á hjóli eða mótorhjóli. Innviðir Nýja-Sjálands styðja við blómlegan efnahag landsins og virkan lífstíl. Nútímalegar borgir státa af glæsilegum skíakljúfum, verslunarmiðstöðum og menningarstöðum, á meðan sveitin heldur sterkum tengslum við landið með vel viðhaldnum vegum og samfélagsbyggingum. Skuldbinding landsins við grængildi sést í fjárfestingu þess í endurnýjanlegri orku með vatnsorku, vindorku og jarðhitaorku sem leggja mikið af mörkum til rafmagnsnetsins. Þegar við skoðum Nýja-Sjáland ljóst að styrkur landsins kemur frá getu þess til að breytast og skapa nýja hluti. Frá gömlum iðnaði til nýjustu tækni eru nýsjálendingar að byggja upp framtíð sem jafn fjölbreytt og spennandi og landslagið sjálft. Fylgist með því við ætlum að finna miklu meira lífið í þessu heillandi landi. Atriði 16 líkur. Núna þegar við kafum dýpra inn í hjarta Nýja-Sjálands, skulum við einbeita okkur að þeim einstöku dýrum sem búa hér. Nýja-Sjáland svo langt í burtu að það hefur leitt til þess að mörg frábær dýr hafa þróast hér sem þú finnur hvergi annars staðar í heiminum. Tökum til dæmis hinn fræga kíví. Þessi næturljúfi og ófleigi fugl þjóðartákn og sýnir hversu sérstök dýrin á eyjunni hafa orðið með tímanum. Þessir litlu, loðnu fuglar með langa gogginn finnast í upprunalegum skógum og kjarlendi og þeir eru mikilvægur hluti af náttúrusögu Nýja-Sjálands.
Annað óvenjulegt dýr tuatara, sem oft kallað lífandi stengervingur. Þótt þau líti út eins og eðlur, tilheyra þau gömlum hópi skriðdýra. Tuatara hefur verið til í yfir 200 milljónir ára. Þau búa á afskekktum eyjum undan ströndinni, þar sem fólk vinnur hörðum höndum að því að bjarga fækkandi stofni þeirra. Í vötnunum í kringum Nýja-Sjáland geturðu séð hektorhöfrunga, eina af minnstu og sjaldgæfustu höfrungategundum, leika sér nálægt ströndinni. Sérstök ávaluruggi þeirra á bakinu gerir þá auðþekkjanleg og þú finnur þá aðallega í grunnum vötnum Suðureyjunnar. Í skógum Nýja-Sjálands býr einnig hinn feimni kakapó, stór, næturljúfur ófleygur páfagaukur. Með mosagrænum fjöðrum sínum og uglulegu andliti kakapó í útrýmingarhættu og mikil vinna lögð í að bjarga honum frá því að verfa. Kea eini fjallapáfagaukur heims annar einstakur íbúi. Kea þekktur fyrir gáfur sínar og forvitni og hann finnst ofta á fjallasvæðum Suðureyjunnar, þar sem hann frægur fyrir leikandi hegðun sína. Í heimi skordýra Nýja-Sjáland heimili Weta, hópi stóra, engisbrettulíkra skordýra. Sumar tegundir, eins og risa Weta, geta orðið á stærð við mannshönd. Þessar stórkostlegu verur finnast aðallega í skógum og hellum, þar sem þær gegna mikilvægu hlutverki í náttúrulegu umhverfi. Bláundin, eða Wíó, önnur sjaldgæf og sérstök dýrategund. Wíó býr í hröðum ám og lækjum og hún hefur sérstaka vefjaðar fætur sem gera henni kleift að hreyfa sig auðveldlega í grófu vatni. Þegar við skoðum fjölbreytt búsvæði þar sem dýrin búa á Nýja-Sjálandi, ljóst að einangrun landsins hefur leitt til stórkostlegrar safns að einstöku dýralífi. Frá þittum skógum til grófra strandlengja segir hvert dýr sögu hvernig það hefur breyst og lífað af. Áframhaldandi vinna við að vernda og bjarga þessum merkilegu verum sýnir hversu mikið Nýja-Sjáland þykir vænt náttúruarfleif sína. Með því að halda þessum stöðum öruggum, tryggjum við að komandi kynslóðir geti haldið áfram að njóta fallegra dýra Nýja-Sjálands. Fylgist með þegar við höldum áfram ferðar þetta land, miklar fegurðar og fjölbreytileika. Atriði, sóutelíkur.